Komið nú sæl og góðan dag. Og svo langt sem ég verið hérna, að míkrafóninn sem ég vanalega nota, hann var orðinn batteríslaus. Ég hafði gleymt að slökkva á honum síðast þegar ég var fyrir framan þessa ágætu vél. Og ég er ekki með neitt batteri, þannig að ég er með fullt af þeim heima, en ég notaði víst ekki hér núna. En þetta var nú eitthvað atriði og smá útúrdúr og skulum við nú reyna í það minnst að tjá okkur ögnum Guðs orð og leyfa bara andanum að stjórna hvað sé talað. En ég verð nú að viðurkenna það að mér finnst gaman að vera komin hingað aftur. Og aldrei að vita að maður kannski notfæri sér aðstöðuna, þetta er góð aðstaða, og geri einhverja skemmtilega þætti, auðvitað tengt Guðs orði og því öllu. En samt skulum við leyfa bara Drottni að hafa yfirumsjón með öllu verkinu og leyfa bara honum að sýna hvað og hvernig hann vilji að hlutirnir séu gerðir til að mynda fyrir mínar hendur. Við segjum, kennum og vitum og auðvitað viljum í hjarta okkar að Guð bara fá að ráða. Og það er nú mín reynsla og örugglega líka þín reynsla að það einfaldlega sé best að bara hafa það með þeim hætti. En það hefur maður líka séð að hvert og eitt okkar, ef við vissum hvaða álit Drottinn hefur á hverju einu okkar, þá yrðu örugglega mörg gapandi. En þannig er það nú bara með lifandi Guð að hann hefur endalausar mætur á okkur og meira, treystir okkur 100% fyrir því að sinna verkum sem hann hefur kallað okkur til. Margir svo sem eru uppteknir við Guðs viljan, sumir kannski ekki alveg uppteknir og einhverjir við þetta með hangandi hendi og einstaka með endalaus undanskott til að gera ekki það sem Drottinn er að biðja um. Og af hverju? Elskar þetta fólk þá ekki lifandi Guð eins og hinn sem alltaf er tilbúinn? Það tel ég ekki vera. En menn á misjöfnum stað, og það er líka sem ekki má gleyma þessi pinkulitli ég sem alltaf er að skjótast upp, dregur úr fleirum en okkur grunar. Og hvað vill þetta segja mér? Jú, hlutverk mitt, segðu þetta með mér, hlutverk mitt sem eins safnaðar meðlims er að vera öðrum til hvatningar, vera öðrum að því leyti til fyrirmynd og sjálfum sé mér nú ekki vel við orðið fyrirmynd, en við séum til fyrirmyndar að því leyti til að vera í það minnsta þekkt meðal okkar eigin manna og kvenna, að vera meira þessi gerandi verka Guðs og líka þykjandi, við verðum að muna það, við verðum að þykja, vera meira þó gerandi orðsins og verka Guðs heldur en ágætur þykjandi. Og sá sem er alltaf tilbúinn í allt sem snýr að Guði, við sjáum að hann er gerandinn, iðinn
og við kannski lítum upp til hans og ég veit reyndar ekkert um það. En svo hinn sem að gerir þetta með hangandi hendi og hugsar undanslátt alveg út í eitt. Hann ekki á sama stað og veistu hvað? Ég og þú, við þurfum að hvetja hann áfram. Þess vegna það svo gott að söfnuðurinn sé ekki bara samansafna fallegu fólki sem hann heldur líka nái þeirri stöðu að geta talað saman hindrunarlaust. Þetta bábilja að tala svona? Söfnuðirnir því miður, oft þeir þannig, og það veistu jafnvel og ég, hafa tilhneigingu til að svolítið grúpa sig saman. Þeir eru svona eins og ljónshvolpar í bæli sínu. Og ljónshvolpabælin geta verið mörg, en ég held að það sé ekki vilji Guðs. Vilji Guðs að ég og þú lítum á hópinn sem heild og sem vini okkar. En við getum aldrei eignast vini nema að við þekkjumst vel. Og til að brjóta þetta gott að koma saman af svo sem engu tilefni, eta saman og svo framvegis og gefa sér tíma til að spjalla við annað ljónshvolpabæli, svo má segja, og þá kynnumst við og við sjáum og skynjum í hjarta okkar og okkur þykir vænt hvort annað og vitið hvað gerist? Það þiðnar hellinga ís utan af okkur og það það sem Guð vill. Hann vill að við séum opin fyrir einhverjum og sérilagi hvort öðru og þegar við erum opin hvort fyrir öðru kemur að sjálfu sér að vináttan fer að fæðast fram og við sjáum að sumt fólk sem okkur kannski fannst alveg svakalega erfitt að tala við og það getur alveg verið þannig að með þessum hætti hefur opnast ykkur leið sem ef Guð vill og við viljum sjálf, við verðum að vera með í þessu, getur alveg byggt upp sanna vináttu. Þannig að tjáskipti milli safnaða og einstaklinga innan safnaða verður með öðrum hætti og það til í vera vilja Guðs alveg hyglast. Við vorum að tala um þessar grúppumyndanir og ég þekki þetta vel og þú þekkir þetta líka örugglega jafnvel. Af hverju það? Heimurinn svona og við öll vorum í heiminum. Við myndum samfélag með einhverju fólki sem okkur líkaði vel og það verður áfram þannig. En vorum ekki hrifnir kannski af því að mikið utanaðkomandi liði væri að eitthvað abbast upp á okkur. Allt var rosalega gaman og allir hlæjandi og spriklandi fyrir. Svo kom þarna einn og við svona bara þögnuðum. Hann virtist að stúta allir í gleði. Af hverju? Af því að við, þessi hópur, svo vanur að vera saman að hann bara vissi ekkert hvernig hann átti á því að taka þér allt í nú og komin þarna einhver undanvillingur inn sem rataði ekki músi, einhver nýgræðingur og lenti hjá okkur. Ef allt hefði verið eðlilegt þá hefði þau tekið honum fagnandi en það ekki alltaf allt eðlilegt.
og þess vegna þagnaði allur hlátur og enginn sagði neitt. Hann kannski skynjaði einhvern mótvind og fór. Svo þegar hann var farinn, þá byrjaði allt aftur, ofsalega gaman. Þetta er heimurinn. Við sjáum að við getum ekki innleitt þetta inn í kirkjuna og ég spyr í raun og veru, hver vill það? Enginn. Við viljum, ég þekki kristið fólk nógu vel til þess að segja það, við viljum taka öllum opnum örmum. Það er einhvern veginn fæddist með frelsisverkinu þegar við vorum fyllt heilugum anda að fá þetta með. Og þetta er auðvitað alveg stórkostleg gjöf. En svo byrjar stríðið og við erum ekkert alltaf sátt kannski, það fylgir okkur nú líka. Þess vegna er það svo gott. Við höfum þetta allt í Biblíunni og ég er farin að dást svolítið að frumkirkjunni vegna þess að ég er farin að sjá það sem þeir gerðu með alveg nýjum augum. Þeir komu saman í heimahúsum, borðuðu saman í heimahúsum og hvað meira, auðvitað kynntust betur. Þeir fóru að ræða saman sem fyrst og fremst auðvitað kristnir menn og að því að þeir fóru að ræða saman þá fóru þeir líka að kynnast betur. Og þegar þú þekkir mann og konu betur, að þá sérðu að hún er kannski ekki þetta skrýmsli eða hann sem við kannski einhvern tíma töldum. Og komumst að raunum að við erum bara að tala við venjulega manneskju og bara sveipaðir í manni sjálfum. Þannig að við tökum að okkur þetta og höfum því brotið af okkur hlekkina sem heimurinn batt okkur með því að grúppa okkur svona niður. Að grúppa sig niður er það sem heimurinn gerir en Drottinn segir, og þú veist það, hann er búinn að taka okkur úr heiminum. Og hvers vegna viljum við ekki bara játa það og gera í því, gangskur í því að brjóta þetta drast allt af okkur. Kristur hefur svo margt inn í þetta, til að mynda það, hann segir, ég dó fyrir alla menn. Og hann segir meira, elskið hverjir aðra. Og hann segir meira, þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð. Og þetta er eitt af því sem hann býður. Hann segir okkur að eiga kærlegs samfélag við bræður og systur. Það er ekki verið að tala um einhverja ljónskvolpahjörð sem hreiðrar sig í einhverju bæli. Nei, hann er að tala um alla. Og þegar að samfélagið er komið á þennan stað og veistu það, ég trúi því að þetta sé það sem Drottinn er að gera núna. Hann er að brjóta þessi litlu ljónskvolpabæli inn í innasafnaðana og sprengja þau út, þannig að þau eru ekki til. Og hvað gerist? Nýr kemur, húll í framann og alveg svoleiðis eitt stórt spurningamerki. Sest aftan þegar við veitum að gera það til að geta hlaupið út þegar ballið byrjar og hann líst ekki á. En hann mætir viðmóti sem að tekur honum svo vel að hann hefur aldrei kannski séð neitt áður þessu líkt. Þegar ég var að byrja í trúnni þá einmitt mætti ég þessu. Að ég gekk inn í hóp og ég sá og upplýði mig sjálfum mér að þetta er bara vinahópur minn. Þekkti engan
inni og ég þekkti einn vegna þess að það var einn sem dró mig með sér. En ég gekk inn í þetta andrúm. Ég hef svo sem heyrt þetta þegar menn koma inn og þeir segja, voðalega tóku allir vel á móti mér hérna. Ég var alveg undrandi. Og hvað annað? Þetta er bara einstaklingur sem Kristur dó fyrir og hann er að senda mann eða konu inn í söfnuð sem að hann ætlar okkur að vera í, en svo er það síðan safnaðarins að spila úr því hvað hann vill gera meira. Söfnuður, hvort sem hann er stór eða lítill, getur í grunninn alveg saman staðið af mörgum hópum. Salurinn sem að kemur saman í er sem sagt þar sem að þessi litlu hópar safnast til að sjá andlit hvort annars, spjalla kannski við fullt af fólki sem að hann kannski að öðrum kosti hefur ekki tök á að gera. Og litli hóparnir, þeir styrkja þetta og þeir ræða saman í bróðerni og í kærleika og í elsku og það verður til sterk vinátta sem menn vilja að nái lengra. Þetta sér maður, elsku vinir, að gerist vegna þess að þetta gerðu þeir til að byrja með. Og hvað segir? Höfðu vinsældir af öllum. Og ég hygg að þeir hafi haft þessar vinsældir af fólkinu vegna þess að þeir voru að gera eitthvað fyrir það. Þeir voru bara menn sem að báru með sér það sem Kristur vill sjá mig og þig gera. Þeir voru góðir við fólkið. Kannski voru þeir ekki að ausa út peningum og gefa mat til hægri og vinstri, það getur svo vel verið að það hafi verið. En það þarf ekkert að hafa verið með þeim hætti. Bara góðmennskan, hlýju orðin sem þú segir, þau tala hæst. Sumir í dag eru þannig, lifa þannig lífi að þeir eru algjörlega afskiptir. Þetta hefur auðvitað alltaf verið. En þetta er ekki það sem Drottinn vill að við sem eigum hann að sjáum ekki þetta og gerum eitthvað í því. Manneskja sem er afskipt og er orðin lítil í sér af því að vera afskipt, það getur alveg gerst því að við erum félagsverur og það er hægt að drepa allt niður í mönnum. Hún í raun og veru sér þegar þú kemur og ert bara í framkomu við hana eins og maður er eðlilega við aðra mannesku. Það er í raun og veru ekkert að vera að biðja um neitt annað. Hún finnur að þú tekur henni eins og hún er og það talar. Ég hygg að þetta er svolítið merkilegt að það skyldi hafa gerst, að þeir höfðu vinsældir á öllum. Einmitt að þeir hafi komið svona fram við mann og konu á götunum, eða þar sem þeir voru. Þetta er eitthvað sem Drottinn vill að við endurvekjum. En til að þetta vakni fyrir fullt og allt, þurfum við að hittast, eiga samfélag saman í litlum hópum, já, þess vegna litlum hópum, borða saman, til að mynda þau, að því að við erum hugsum svo mikið um magan, og kynnustum vel. Það er grunnurinn að svo mörgu. Vináttan, hún verður að byggjast upp á möguleikann. Það er meira afl
en flestum okkar grunar. Og þannig, svo ég víki aftur að frumkirkjunni, sem ég ég hef ekki mikið skoðað hann, en svo fór ég að átta mig á því á þessum atriðum og þá laukst þessi frumkirkja allt öðruvísi upp. Ég sá einu sinni og þú sennilega líka og kannski heillaðist ég af því einhvern tímann og þú kannski líka. Okkur fannst þetta alveg hápunkturinn, tíma fannst mér það var þegar ég las það að þeir hefðu selt allar eigur sínar, sett í pott fyrir sjálfa sig, sem þeir deilt út. En ég ekki sammála því að það hafi verið vilji Guðs á sínum tíma, en ég 100% sammála því að þeir hafi farið út á strætin og öðlast vinsældir af öllum, eins og ég sé þetta vegna þess að þeir voru góðir við fólkið. Þessir menn tel ég hafi ekki átt yfirflæði af peningum og þeir hafi ekki verið að ausa til hægri og vinstri fjármunum og matvælum og getur verið að einhvern tímann hafi það verið gert. Ég tel að verkin þeirra hafi einkum og sérlega legið í því að láta sér þykja vænt þetta fólk sem þeir mættu. Eins og vorum að tala áðan, þá eins og í dag er fullt af fólki sem enginn sýnir líf. En þarna komu þeir og opinberuðu mörgum alveg nýjan vinkil á mannlegri hegðun sem þeir þekktu ekki. Og ég hygg að þetta í og með hafi spurst út og fólki farið að draga af stað þessum þáttum. Þetta er það sem að Drottinn vill að við gerum. En eins og við vorum að tala áðan, það fer enginn bara í fílunni sinni og allar að gera stóra hluti. Við þurfum að koma saman. Við þurfum að kynnast. Við þurfum að mynda svona vináttu, kærleiks samfélag milli okkar. Og það verður einverðungum gert með því að kynnast vel. Þá dettur skrýmslið dautt á í gólfið sem við vorum búin að draga upp á þessum og þessari og vildum helst ekki tala við. En núna sjáum við að skrýmslið sem ég taldi, ég nú reyndar ekki þessi maður, en sem ég taldi segjum það er bara ósköp venjulegur maður, já bara svipaður mér. Þetta er auðvitað sinn sigur. Þetta er það sem Kristur vill draga fram hjá hvort sem er mér eða þér. Og hann mun gera það. Ég er sannfærður það. Þetta vitið það, svona einhver að segja, þetta finnst mér vera svolítið spennandi og ég er svolítið spenntur fyrir gangi mála innan okkar, hjá okkar söfnuði og auðvitað öllum öðrum söfnuðum. Ég tala alltaf heilt yfir, ég hef aldrei litið bara minn söfni sem eitthvað alveg sérstakt. Hann er auðvitað alveg sérstakt. Ég hugsa nú aldrei þannig. Ég vil bara kristið fólk, sé þetta kristna fólk sem að Biblía segir að vera og ég veit að kristið fólk vill þetta. Ég er ekki nokkur vafa þetta. Þannig við sjáum að brýningin er brýn. Og við sjáum líka mikilvægi þess að skilja hvað ætlast er til af manni. Sem sagt, og þetta vitum við og sumir okkar erum þetta og sumir okkar gera í því að vera þetta, vertu góður við fólk. Vertu almennilegur við fólk. Sýndu því kurteisi, sýndu því hlýju. Og jafnvel réttu þeim fjármuni ef þú átt það til. En fjármunir, ég veit ekki með þá, þeir finnst mér nú vera aukaatriði. En vertu umfram allt góður við fólk. Því að hverjum og einum það gefið að vera góður við fólk.
talaðu hlýlega við fólkið. Vertu mildur í orðum og mild. Eru allir mildir í orðum? Ég spyr þig. En ég get alveg sagt það og staðfært að margir eru það. Af hverju eru sumir ekki mildir í orðum? Líklega vegna þess að þeir hafa aldrei tamið sér þessa mildi sem þarf. Þannig við sjáum að eitt af þessu til þess að ná inn á þessara lendur, við verðum að koma saman, lítill að stór hópur, og kynnast. Og það gerist einverðingu með því að við förum að tala saman. Þetta er merkilegt finnst mér og þetta var eitt af því sem ég sá þegar ég fór að horfa á frumkirkjuna í þessu nýja ljósi. Og ég verð að segja það og taka undir með þeim sem slíkt tala að það er alveg stórmerkileg lexía. Mér skilst að þetta hafi viðgengist, við sjáum þetta í Biblíunni, að þetta hafi verið svona í 300 ár. Þannig við sjáum að það hefur verið byggður talsverður grunnur undir þessa hugsun. Sem að Drottinn er, trúi ég, að draga upp í dag. Já, þeir seldu allar eigur sínar, settu sjálfa sig í raun og veru út á götu, því ég skil ekki af hverju menn vilja gera það, og söfnuðu í pott sem allir áttu að geta gengið í, en við sjáum brestinn þar. Við munum eftir Ananías. Þannig að þessi leið, bara í þessu ljósi, segir mér, þetta var ekki vilji Guðs. En hitt sem þeir gerðu var það 100%. Þeir fóru út á göturnar. Svo segir þessi stórmerkilu orð, öfluðu sér vinsæld af öllum. Erum við kristnir vinsælasta fólki í dag? Ég svara þessu ekkert og mér er alveg sama allar vinsældir. Ég er bara að tala það sem orðið er að segja. En, hvað er ég búin að tala lengi? Þetta er gjörður ágætt í dag. Gaman að vera þarna aftur. Innan öll yndislegu tækin, skjáina og takkaborðin. Og mixeran og ég veit ekki hvað þetta er. Jú, ég veit hvað þetta er. Þetta eru mixerar. Gaman að vera þarna. Og ennþá meira gaman að geta sagt eitthvað við þig. En Konráð kveður og heldur þessu verki bara líklega áfram. Svei mér þá. Þetta er svo skemmtilegt. Í Jesú nafni.